Næsti gestur okkar Rannveig Magnúsdóttir sem sérfræðingur hjá Landvernd og einnig hún doktor í spendýravistfræðum. Hjartalega velkomin til okkar, Rannveig. Takk fyrir kærlega. Okkur langar að vita mikið hvað getum við gert í stöðinni við allar þessum matarsóun sem á sér stað hér í heiminum í dag? Já, þetta svolítið heitt málefni og það sem fólk kannski áttar sig ekki á svona þegar við hugsa fyrstu matarsóun hversu mikil umhverfisáhrif eru á matarsóun. Og það einmitt eitthvað sem við höfum verið að vinna svolítið að hjá Landvernd að koma fræðslu til fólks og inn í skóla og svoleiðis. Þannig að þetta eitt stærsta umhverfisvandamálið okkar og beintengist loftslagsmálunum. Þannig að til dæmis ef við horfum á alla losun kolefnis frá Bandaríkjunum, ef við reyna að ímynda bara Bandaríkjun og öll losun Bandaríkjunum, þá matarsóun og loftslagsáhrifin þeim í heiminum helmingur af þessu. Það skalinn sem við erum að tala í loftslagsmálum. Þannig að við á heimilunum, við getum látið gott á okkur leiða og sinnt þessu málaflokki. Heldur betur. Hvað geta heimilin gert til að koma veg fyrir þessa matarsóun? Heimilin geta gert alveg brjálæðislega mikið. Það nefnilega málið. Við erum alveg stór hluti af vandamálinu en líka stór hluti af lausninni. Það var að gera rannsókn á reykvískum heimilum og það kom í ljós að þetta skiptist cirka í tvennt og fólk að sóa mat af því að það að elda of mikið og nýtir ekki afgangana, við kannumst öll við þetta. Og annað vandamál að fólk að henda óskemmdum mat og það að mestu leyti út af þessum blessuðu dagsetningum. Þannig að þegar maður horfir á mjólkina og þegar maður horfir á hveitið og allt þetta sem í skápunum eða í skápunum og horfir á dagsetninguna, að þá hún svolítið blekkjandi eins að mest af þessu best fyrir. Og það þýðir ekki myglað að kvöldi daginn áður. Já, það best fyrir. Það best fyrir og það oft sem að það líður ákveðin tími á eftir sem að varan í fullkomlega ástandi. Þannig að það bara framleiðandinn vill ekki ábyrgjast að varan sé í fullkomna ástandi eftir þessa dagsetningu. Þannig oft þetta málamynda dagsetningar sem maður þarf að hafa í huga eins og til dæmis bara mjólkin, maður bara smakkar hana þegar varafinn, hún ekkert ónýt og ef hún súrnar þá hún fín í vöfflur og alls konar hluti. Þannig að, en svo allir eru aðrar dagsetningar eins og síðasti neysludagur. Við þurfum að passa okkur á því, það geta verið örverur sem eru farnar að vaxa í þeim vörum. En það eru flestar vörur samt sem við erum að horfa á sem eru með best fyrir dagsetninguna. Þannig að það eitthvað sem við getum athugað og bæði að skipuleggja innkaupin þannig að maturinn skemmist ekki og líka að vera óhræddur við að bara kýla á þetta og sjá hvort það sé ekki örugglega í lagi með vöruna. Eins og hunang til dæmis og salt. Við höfum séð myndir af auglýsingin 250 milljónar á salt en það rennur út á morgun. Já. Það mjög ótrúlegt. Það frábær markaðssetning af því að fólk horfa á dagsetninguna og bara ó nei, salt útrunnið. En það samt búið að vera til í 250 milljón ár. Já, þetta mjög merkilegt. Þetta rosalega fyndið en fólk í alvörunni blekkist af þessu. Og þetta náttúrulega gert til þess að þú hendir vörunni og kaupir meira. En sem heldur sé orðið meiri vitundavakning hjá okkur til dæmis íslensku þjóðinni að koma veg fyrir þessa matarsóun og reyna að taka okkur taki. Það hefur verið mjög mikil vitundavakning síðustu árin en hún hefur kannski ekkert, því miður hefur hún ekki alveg skilað þeim árangri sem við hefðum viljað. Þannig að við getum ekki hægt að vera í átakinu. En það bara, það mikil, fólk meðvitaðara en við erum ekki alveg að sjá þetta í tölunum, því miður. Þannig að við getum gert miklu betur. Og eins og segir, það eru alls konar ráð, maður fer ekki svangur í búðina til dæmis. Það eitthvað sem alveg dæmigert að maður fari svangur og kaupi eitthvað alls konar sem maður klárar ekki. En svo þessi umhverfisáhrif, þetta svo miklu, þetta nær út fyrir heimilið að þegar við erum að sóa vatni í þessi matvæli sem við erum að sóa, það landsvæði sem fer í matvæli sem við erum að sóa. Það til dæmis 136 Ísland, ef þú ímyndaðir landsvæðið, Íslandi sinnum 136, það landsvæði sem fer í það að búa til mat sem við hendum svo. Þannig að þetta eru rosalegar tölur sem við erum að horfa á þarna. Þetta mjög áhugavert og þetta náttúrulega kemur bara að samfélagsábyrgð, við þurfum öll að taka úr taki, heimilin, sveitarfélögin sem og ríkið. Algjörlega, búðirnar, veitingastaðir. Já, samhent átak. Algjörlega, og þá náum við árangri ef við öll tökum þátt í þessu. Takk kærlega fyrir þetta. Takk.